dag erum við að reynsluaka ansi spennandi bíl. Við erum að reynsluaka glænýja Polestar 3 og við erum hérna einhvers staðar ekki svo langt frá Madrid, Segovia held ég að heiti. Og þetta ansi fullkominn staður til að reynsluaka rafmagnsbíl. Það 14 stiga hiti, það logn, þannig að öll drægni ætti að vera fullkomin. Það vil oft loða við svona rafmagnsbíla og þá sérstaklega svona rafmagnsjepplinga að þeir eru með alveg fáránlega mikið hestöflum og fáránlega mikið tóg, en það ekkert annað sem að fylgir. Það ekki raunin með þessum bíl. Þessi bíl gerður með það í huga að það á að vera ógeðslega gaman að keyra hann. 0 upp í 100 tíminn einhverjar 4,7 sekúndur eða svo, en ég get lofað ykkur því að hann getur sennilega stoppað frá 100 niður í 0 á svipuðum tíma. Þessi bíl kemur með Brembo bremsum. Þessar Brembo bremsur eru svona 4 pinna eða 4 piston bremsur. Þessi bíl með active suspension eða svona automatískt fjöðrunarkerfi. Bílinn getur aðlagað sig að veginum sem það að keyra á hverju sinni. Fjöðrunin getur uppfært sig einu sinni á 2 millisekúndna fresti. Annað sem að gera það að verkum að sé svona ofboðslega skemmtilegur akstursbíl af því að þú getur gert fjöðrunina stífa, þú getur gert stýrið stíft. Þannig ef þú ætlar að fara að djöflast í einhverjum beygjum og leika þér aðeins á bílnum, aðeins að leika lausum hala, að þá getur þú haft hann mjög stífan og skemmtilegan og fengið það allra besta úr bílnum. Eitt af því sem að gerir þennan bíl að algjöru kvikindi þegar kemur að því að keyra og hafa gaman, það að þessi bíl hefur svokallað torque vectoring. Ég frá ætla að kalla mig torque vectoring gaur eða torque vectoring guy. Það sem að torque vectoring gerir það að ef þú ert að fara í krappa beygju, segjum svona hairpin eða hárnál, þá lengri vegalengd fyrir ytra hjólið að fara en það fyrir innra hjólið. Þess vegna gefur bílinn meiri kraft í ytra hjólið til að koma bílnum hraðar í gegnum hlykkinn. Gáum hvort þetta torque vectoring virkar hérna í þessari hairpin chicane, come on, út með þig, út með þig, út með þig. Ekki smá mikið grip í þessum, menna dekkin eru náttúrulega 2,95 að breyta þartan, þannig að gúmmígripið fullkomið og svo þetta náttúrulega Pirelli P0 dekk. Ég með engu móti neitt sérstaklega góður ökumaður, en ég finn það að þessi bíl, hann gefur mig aðeins og mikið traust. Kapasitets-egóið mitt verður mun stærra en það í rauninni og hæfileikar mínir gefa til kynna. Polestar vill meina að venjulegir jepplingar sem eru hannaðir svona versus þessi jepplingur sem hannaður meira svona, línunar á þessum Polestar 3 bíl eru svona aflíðandi. Samt maður ekki búinn að tapa neinu höfuðplássi eða bara plássi hérna almennt aftur í. Ég get alveg ímyndað mér ef ég væri með 2 barnabílstóla hérna sitt hvoru megin að þá geti ég samt sittið hérna. Af því að gólfið jú alveg flatt og þetta jú rafmagnsbíl, þar af leiðandi ekkert púst sem þarf að koma aftur fyrir bíl. Þannig að ég get verið með fæturnar í mjög þægilegri stellingu. Þó svo ég væri með kannski 2 lítil kríli hérna sitt hvoru megin með mig. Þannig að ef ætlar að vera nútíma pabbi, að þá held ég að þessi Polestar 3 sem máli fyrir þig. Hérna getur þú bara setið og gefið flösku og skipt bleiu og gert allt á meðan að konan keyrir fram í. Þessi bíl leynir á sér af því að hann hinn fullkomni slíperbíl. Það ekkert sem gefur til kynna að þessi bíl hefur eitthvað 510 hestöfl og 920 Nm á togi. Að utan lítur þetta út eins og mjög hagkvæmur og gott val á bíl af því að það ekkert sem að æpir á þig að hann hefur eitthvað rúm 500 hestöfl. Þessi Polestar 3 á 22 tommu álfelgum og eins og alltaf að þá eru Polestar búin að negla felgu hönnunina. Ekki bara það að þessar felgur séu virkilega fallegar, heldur að þá það líka staggered. Það þýðir að felgunar hérna að aftan eru aðeins breiðari. Þar af leiðandi lætur bílinn betur á stjórn ef þú ert að þrykkja honum inn í beygju og svo framvegis. Og svo hefur hann bara betri stans, hann hefur meiri mjaðmir. Svo erum við líka með svona nettan spoiler hérna framan sem að hjálpar við loftflæði svo að þú eyðir sem minnstri raforku þegar þú ert að skera vindinn. Annars þessi bíl í einhverjum Snow White lit og hann auðvitað með Brembo bremsum sem í þessum Polestar gilda eða Swedish Gold og eru svona smáatriði eins og beltin sem eru auðvitað gilt, til dæmis lokið á ventlunum á dekkjunum, þau eru líka gilt og það ekki bara að utan sem að skandinavísku hönnunarlínunar fá að njóta sín út af því að hérna innan hann einkar glæsilegur. Þetta eins og að vera á okkur óbóðslega fínni tannlæknastofu sem kaldhæðnislegt af því að það eru sennilega mjög mikið af tannlæknum sem munu kaupa þennan bíl. Aðgengið í þennan bíl mjög snyrtilegt. Þú bara með svona kort, Polestar kort, sem þú setur hérna við hurðarhúninn. Þann poppar upp, einstaklega fallegt og stílfint.
En svo sennilega það allra besta, eða það sem ég kann hvað allra best við þessum bíl, það það að hann kemur með soft closing hurðum. Ég get sagt ykkur að reynslu að ég á bíl með soft close hurðum og ég á 2 5 ára börn sem að geta ekki alltaf skellt hurðum almennilega. Þess vegna finnst mér alveg krúsjál að vera með soft close hurðar. Þessi bíl kemur með Bowers & Wilkins hljóðkerfi og þetta gjörsamlega sturlað hljóðkerfi. Hann með einhverjum 25 hátölurum, þannig að þetta alveg ultimate surround hljóðkerfi. Vanlega eru hnakkapúðar í bílum ekki neitt sérstaklega áhugaverðir. En þessir hnakkapúðar, þeir eru það. Út af því að í þessum hnakkapúða þar má finna 2 hátalara. Þannig að þú færð algjört surround himnaríki ef þú ert að hlusta á tónlistinni. Besta leiðin til að tjekka á þessu hljóðkerfi að spila sænskt þungarokk og því að það jú sænskt DNA í þessum bíl. Afþreyingarkerfið í þessum bíl hannað í samstarfi við Google. Til dæmis að þá Polestar ekki búið að eyða tíma í það að hanna sitt eigið leiðsögukerfi, heldur fá þið bara að nota Google Maps beint án þess að þurfa að nota Android Auto. Þetta afþreyingarkerfi það gott að ég myndi bara alltaf nota það eitt og sér. Ég myndi aldrei tengja Android Auto eða Apple CarPlay í þetta. Út af því að í fyrsta lagi að þá hönnunin gullfalleg og í öðru lagi að þá gerir það nákvæmlega allt sem þú vilt að það gerir. Í öllu kynningarefni sem ég fengið þennan bíl þá talað Generous Driving Range eða gjafmilda drægni. Þessi gjafmilda drægni, hún ávist að vera einhverjir 628 km sem hljómar ofboðslega vel á pappír. Hvort að það sé raunin í raunheimum að þá ætla ég að leyfa mér að efast. En þó svo tala Generous Range að þá tala það annar staðar að sennilega sé svona raunveruleg drægni eitthvað staðar í kringum 504 km eða svo. Ég myndi fara rök fyrir því að þetta svona hinn fullkomni bíl fyrir pappa sem að vilja vera cool. Svona gauðra eins og mig.